Hjartanlega velkomin á 50-dagsfund Frelsiskirkjunnar. Ég heiti Sara Pálsdóttir og með mér Einar Gautur. Yfirskrift fundarins í kvöld hugrekki og að sigra óttann. Einar Gautur ætlar að vera með orðið og síðan ætla ég að leiða hugleiðslubæn og eftir hugleiðslubænina þá ætlum við að biðja fyrir öllum þeim sem hafa sendt inn fyrirbænir. En stundinni lýkur formlega eftir hugleiðslubænina. En fyrir þá sem að vilja vera áfram þá það hjartalega velkomið og endilega verið áfram og byrjiði með okkur á fundinum. Og veriði allan fundin svo að þið missið ekki að hugleiðslubæninni. Í hugleiðslubæninni þarf að hugleiða orðið sem að Einar ætlar að gefa okkur í kvöld. Og þegar við hugleiðum orðið þá fer það hérna úr huganum okkar og búm, inn í hjartað og verður að trú. Og það rosalega áhrifaríkt. Það gerir það verkum að við þurfum kannski bara að lesa orðið einu sinni. Ef við hugleiðum líka þá það strax orðið að trú, annars hefðu við kannski þurft að lesa orðið 10 sinnum eða 20 sinnum eða jafnvel oftar. Þannig að endilega verið með í hugleiðslubæninni og þá ætlum ég bara að gefa þér orðið. Gjörðu svo vel, Einar. Já, verið velkomin og við leggjum stundinni Guðs hendur í bæn. Drottinn, ég bið að leysa okkur undan öllum ótta. Ég bið að fylla okkur af hugrekki og ég bið að fylla okkur af krafti og gleði, áræðni og orku. Amen. Í Jesú nafni, amen. Amen. Biblían, hún talar kærleikan mjög mikið og hvetur okkur til að ganga fram í kærleika og þegar að okkur finnst það ekki auðvelt, einhver fyrir ægil í tögnar okkur eða verið gert eitthvað að hlut okkar og við ætlum að fara að sýna honum kærleika, þá getur tekið á. En engu að síður þá reynum við að láta ekki þetta mótlæti stoppa okkur í að sýna kærleika því að Guð elskaði okkur fyrst. En það eins með óttann. Biblían talar gríðarlega mikið það að vera hugrakkur og óttast ekki. Amen. Þetta stef eitt algengasta stef í Biblíunni, hvorki meira en minna. Já. Og það skiptir ekki máli hvort við erum að horfa á Gamla testamentið eða Nýja testamentið. Það stöðugt verið að hvetja okkur til að vera hugrökk og óttast ekki. Og ég ætla ekki að fylla lesturinn enda með því að lesa Biblíu tilvitnunar endalaust en taka nokkur vers sem eru svona dæmigerð fyrir það sem Biblían kennir þetta. Og í fyrsta sem ég ætla að nefna að í Biblíunni sagt að ótti sé andheiti kærleikans, eins og svart andheiti hvítt, já andheiti nei, og svo framvegis, þá andheiti kærleikans ótti. Og þá skulum við skoða fyrsta Jóhannesarbréf 4:16. Við þekkjum kærleikann sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikunum stöðugur í Guði. Og Guð stöðugur í honum. Fáum við elska hvert annað og lifað eins og Kristi lifið hér á jörð, verðum við fulldjörfungar á degi dómsins. Ótti ekki elskunni. Fullkomin elska útrekur óttann. Því að óttin býst við hegningu, en sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Þarna ein tegund ótta. Það óttin við einhvern. Óttin við að koma fram fyrir Guð á degi dómsins. Hérna einn slíkur ótti. Og ef við trúum því að Guð elski okkur, það segir hérna, við þekkjum kærleikann sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Og við trúum á Guð og þennan kærleika hans og hann elskar okkur eins og við erum, þá óttumst við ekki að degi dómsins. Þá óttumst við ekki að koma með líf okkar fram fyrir Guð
Því hann er búinn að lofa okkur því að fyrirgefa og gleyma því sem við gert rangt og minnast þess ekki framar. En við þekkjum þennan ótta. Það getur verið ótti við vinnufélaga, það getur verið ótti við maka, ótti við börnin sín, foreldra sína, hvert sem er. Af því að þú býst við einhverju neikvæðu. Og þegar þú hefur upplifað það aftur og aftur, þá lifir óttinn, jafnvel þó að þú sért ekki að mæta þig nema öðru hvoru. Óttinn lifir á milli. Og það getur verið algjörlega óbærilegt bara að lifa í óttanum. Þannig að eitt af því sem Guð vill leysa okkur frá er ótti við menn í hvaða mynd sem hann birtist. Amen. Og ótti við að fá eitthvað neikvætt, ótti við að fá hegningu, ótti við að einhver tali niður til manns, ótti við að lenda í einelti, að það er mjög skýrt. Guð vill leysa okkur frá öllum slíkum ótta. En getum við þá, en ef við lendum í þessu samt. Og eitt af því sem Biblían kennir er að við á þessum tímum, á þessum tímum þá getum við lent í því að eitthvað komi, eitthvað neikvætt. Við getum lent í alls konar neikvæðum hlutum. Við getum lent í að fá særandi orð frá öðrum. Við getum lent í því að einhverju séu bara hundleiðinlegir við okkur. Það getur líka verið að því við séum alltaf að túlka einhver aðra á neikvæðan hátt. Hvað sem veldur því, þá getur þessi ótti verið nagandi. Biblían segir að við eigum að mæta því sem Guð vill hjálpa okkur, að mæta öllu sem á höndum ber, hugrökk. Jafnvel þó það sé neikvætt og jafnvel þó það sé erfitt, því að það verður ekki auðveldara ef við erum eitthvað að naga okkur líka hið innra. Ótti við eitthvað er að kvelja okkur og hugsið ykkur, það kannski, ég heyrði einu sinni sögu, ég held ég hef sagt hann reyndar áður, að það var maður sem gekk í klossum og alltaf þegar hann fór að sofa þá sparkaði hann klossunum af sér og lét á detta á gólfið. Og svo kom nágranninn og sagði, veistu það, þetta er bara alveg hræðilegt þér að sofa á kvöldin, ég er bara farin að titra að bíða eftir þessum klossum. Og þá sagði hann, veistu það, ekkert máli, ég skal bara hætta þessu. Og svo settist þessi maður kvöldi eftir í rúmið og sparkaði þessu klossunum. En mundi þegar hann var búinn að sparka klossunum að hægri fæti hverju hann hefði lofað. Og þá sleppti hann því að sparka klossunum vinstra fæti og lagði hann varlega á gólfið. Klukkan 4 um nóttina þá hringdi dyrabjallan. Og þar var nágranninn í náttslopp og sagði, viltu gera það fyrir mig að sparka hinum klossunum líka? Það var hann bara hugsunin um það að þetta með klossan og annar komu hinn ekki, hélt bara fyrir honum vöku. Hann var að biðja nágrann að sparka hinum klossunum líka. Og Guð vill leysa okkur undan öllu sem er að taka okkur á taugum. Amen. Og Guð vill ekki bara taka óttann í burtu og skilja sig en eftir tómarúm þegar óttinn er farinn. Hann vill setja eitt inn í staðinn. Hann vill setja inn hugrekki. Þannig að þessi lestur, þá hann fjallum óttann, þá er aðalefnið hans hugrekki. Í Filippí bréfinu, 1. kafla, er Páll að skrifa söfnuði sem býr við verulega ógn, hefur alla ástæðu til að óttast. Og Páll
er sjálfur í fangelsi fyrir trú sína í Rómaborg. Þannig að þarna er maður sem er í fangelsi fyrir trú sína að skrifa söfnuði sem býr við ótta. Eða býr við erfiða kringumstæður og ofsóknir. Og hann segir, en hvað sem öðru líður, þá hegðið ykkur eins og sambúðir fagnarendunum Krist. Hvort sem ég kem og heimsæki ykkur, þegar hann gerði sér vonir að losna, eða er fjarverandi, vil ég fá að heyra ykkur að þið standi stöðug í einum anda, berjist með einni sál fyrir trúna fagnarendið og svo kemur. Og látið aldrei mótstöðumennina skelfa ykkur í neinu. Guð þráir að setja okkur á þann stað að jafnvel þó við höfum mótstöðumenn, jafnvel þó við höfum einhverja sem eru að tala niður til okkar, jafnvel þó við höfum einhverja sem eru að kvelja okkur á vinnustöðum, að láta í engu skelfasta mótstöðumönnunum. Og Jesús talar svolítið mikið um þetta, að hann vill gefa okkur sinn frið og sitt hugrekki innra sem er fyrir hendi og til staðar óháð því sem er að gerast í ytra. Amen. Og hann heldur áfram Páll að sem láti ekki mótstöðumenn skelfa ykkur í neinu. Hugrekki yðar er þeim merki frá Guði og takk eftir svo orðalegi hugrekki yðar. Glötun þeirra en frelsun ykkar, því Guð veitir ykkur þá náð, ekki einungis að trúa á Krist, heldur og að þola þjáningar hans vegna. Þannig jafnvel þó þeir þurfa að þola þessar þjáningar sem voru að gangi gegnum, að þá vildi Guð gefa þeim það sem þurfti til að þola þær og eiga frið og gleði og kraftið innra engu að síður. Það fullt af fólki sem að býr við frábæreitri kringumstæðum á góða vinnu, góða pening, mikið af peningum, allt gengur hið ytri haginn, en því það er allt ómögulegt í innra og það jafnvel tekur líf sitt. Við erum líka fólk sem býr við bágkjör á margan hátt sjúkdóm og ytri erfiðleika sem hefur fengið þetta hugafar sem þarf til að vera glaðir í öllum kringumstæðum. Og það skiptir að lokum meginmáli hvernig okkur líður hið innra. Og hann segir hérna, hugrekki yðar já, því að Guð veitir ykkur þá náð, ekki einungis að trúa á Krist heldur og að þola þjáningar hans vegna. Nú eigið því sömu baráttu sáu mig heyja og heyrið enn mig. Og það var ekki smá baráttu sem Páll þurfti að heyja, sko. Og hvað var það sem að gerða verkum að samfélagið snerist svona gegn og yfirvöld gegn hinum fyrstu kristnu. Ein ástæðan var sú að þeir tilbáðu ekki keisaran. Oft sluppu þeir af því að kristindómi var þá talin afbrigða gyðingdómi og gyðingar nuttu undan þá frá þessari reglu. Önnur ástæða var að þegar ykkur er öðruvísi en allir hinnir, þá er alltaf tilhneiging til jaðarsetningar. Og í þriðja lagi að þeir sem að voru businessmennirnir, þeir voru að tapa heilmiklum peningum á kristindómnum vegna þess að það var svo mikill iðnaður og mikið að vera í kringum Guðina sem kristnimenn töluðu að væru bara skurðgoð, ætti ekki að tilbiðja og jafnvel og þeir gætu ekki hjálpa neitt og jafnvel þó menn eru ekki kristnir, þá voru kristnir að tala svona skurðgoðin. Og þau voru tengdust menningu, listum, iðnaði og kennslu og musterum, fórnum og það var gríðarleg atvinnustarfsemi í kringum þetta sem kristnir voru að skemma. Og allt þetta átti þátt í að þeir voru stundum ofsóttir. Og þarna eru miklar ofsóknir í gangi en Páll segir, skelfist ekki, jafnvel þótt ytri aðstæður séu erfiðar. Og jafnvel þó þeir þurfið að líða, óttist ekki að þurfa þess. Amen.
Í Sálmi 138, þar segir, þegar ég hrópaði, þetta er 3. vers, þegar ég hrópaði bænheyrðir þú mig, þú veittir mér hugrekki, jókst mér kraft. Og það er akkurat þetta sem Guð vil gefa okkur, hugrekki og kraft. Og það er fleiri en eitt sem er nefnt í Biblíunni hvernig við öðlumst það. Jesús málið, samkvæmt því sem Jesús segir, er heilagur andi. Og Páll segir við Tímóteus, í síðara Tímóteusbréfi 1. kafla, vers 6, fyrir þá sök minni ég þig á að glæða hjá þér náðargjöf sem Guð gaf þér við yfirlagningu handa minna. Því að ekki gaf Guð okkur anda hugleysis, það heilagur andi er ekki andi hugleysis, heldur anda máttar, kærleiks og stillingar. Og þarna hafði Páll lagt hendur yfir Tímóteus sem þýðir að hann setti Tímóteus í þjónustu. Og það kemur fram í bréfum til Tímóteusar hvaða þjónusta það var. Hann var leiðtogi í söfnuði, mjög ungur. Og það var ekki alveg þægilegt fyrir hann, sérstaklega ekki í þessu samfélagi sem var þarna fyrstu öld, að vera ungur maður og þurfa að vera leiðtogi þeirra sem voru miklu, miklu eldri. Og Páll segir við henni í bréfi, láttu engan líta smáum augum á æskuðina og segir hann svona hvernig hann eigi að vinna. Að þessari þjónustu sem hann fekk þegar Páll lagði hendur yfir hann. Ég gerir ráð fyrir að það sé það sem Páll eigi við. Þannig að, og það eru svona, ég hef búið til svona þrennt sem við eigum ekki óttast heldur vera hugrekk gagnvart. Hann, hún og það. Við höfum ekki óttast neinar persónur, hvorki hann eða hún, og heldur ekki eitthvað. Sumir óttast myrkrið, aðrir óttast þetta og hitt. Oft óttust að lenda aftur í einhverju sem við lendi áður. Hann, hún og það, óttast ekkert. Og rosalega mörg vers í Biblíunni eru svona óttist eigi. Og þá, semst aðaleiðin er að biðja heilagan anda að gefa sér hugrekki og hjálp og kraft til að takast á við óttan. Síðan er bara í Biblíunni líka talað svona, við getum sagt þessi svolítið mannlegt, en það er líka andlegt og ekki síður andlegt, og það er að herða upp hugann. Það er að sýna hugrekki þegar allt innra með okkur vill gera eitthvað annað. Ég kynntist þessu sjálfur, og ég hef sagt frá því áður, þegar ég var svona 12 ára gamall held ég hef verið, að þá hafði ég alltaf verið myrkfælinn. Og ég hefði fengið martraði sem krakki og ég hefði heyrt svona ævintýr galdranornir og fleira sko, og ég var myrkfælinn. Og þá hugsaði ég ætla að losna í myrkfælina. Og þá hugsaði ég, hvað er ég hræddastur við að gera? Og þegar ég var búinn að finna það út, þá sagði ég ætla að gera það sem ég hræddastur við að gera, því ef ég sigra myrkfælina þar, þá sigra ég hann allstaðar. Og þá voru kirkjugarðarnir í Hafnarfirði fyrir utan bæinn, það er öðruvísi núna, bærinn hefur vaxið það mikið, og ég labbaði upp í kirkjugarða, gömlu kirkjugarðana, og labbaði í gegnum þá, svona 12 á miðnætti, af því að sögurnar voru allar 12 á miðnætti, draugasögurnar og svona sem ég hafði heyrt, og var inn í kirkjugarðinum þá óttinn var farinn. Þegar hann var farinn, þá fór ég tilbaka. Næsta dag þá var hann að einhverju leyti kominn aftur og ég fór upp í kirkjugarð og var þar inni, þá ótti verið farinn.
og síðan og gerði þetta nokkru sinnum og svo hef ég aldrei fundið fyrir myrkfælinn eftir þetta. Og þetta er ekki til að segja hetjusögur af mér, heldur ég bara að segja að Biblían hvetur okkur til að feysa það sem við óttumst og velja hugrekkið, jafnvel þótt allt innra með okkur æpi á að gera það ekki. En við getum kannski ekki gleypt fílinn í einu munnbita, við þurfum kannski að gera þetta þannig. Í mínu tilfelli þá gat ég valið það sem ég var hræddastu við. En ég er ekkert endilega að mæla með því. Stundum þurfum við bara að taka þetta í litlum skrefum. En Biblían hvetur okkur til að fara gegn óttunum og biðja Guð að fylla okkur að hugrekki. Og svo er líka talað hugrekki til að þora að segja það sem þarf að segja. Og við skulum fara í Míka, 3. kafli. Míka segir, en mér hefur andi drottins, það geti því, ég er ekki bara að segja okkur að við séum ein að sigra óttann. Guð hefur gefið okkur anda sinn, heilagan anda. Og við biðjum heilagan anda að gefa okkur kraftinn til að sigra óttann. Kraftinn til að fara gegn óttanum. Og Míka fekk að upplifa þetta. Við erum að halda upp á hvítasunnudag og sunnudaginn. Þegar andi Guðs kom yfir læri sinna á þann hátt sem aldrei hefði gerst áður. Og ef við biðjum heilagan anda Guðs að koma þennan hátt yfir okkur, þá segir Guð já, amen. Og ef við byggjum Guð að gefa okkur kraftandans, þá gefur hann okkur kraft til að anda. Þannig að fyrst þetta gat gerst áður Jesú dó á krossi og áður en hann formlega sendi heilagan anda, þá því frekar eftir að Jesú búinn að deyja á krossi, búinn að rísa upp frá dauðum og búinn að senda anda sinni svo hann gerði á hvítasundegi fyrir 2000 árum. Og Míka segir, en mér hefur andi drottins veitt fullan þrótt, takk eftir þessu, fullan þrótt, réttsýni og hugrekki til að átelja Jakob fyrir brotans og Ísrael fyrir syndans. Og það er ekki skemmtilegt og ekki til vinsælda fallið þegar einhver spámaður kemur og fer að segja mönnum til syndana. Og þarna fekk hann frá Guði hann ætti að átelja Ísraelsmenn fyrir brot sín og segja þeim hvaða syndir þeir séu að drýja. Segja þeim til syndana. Og hvað er það ekki oft þegar að okkur langar að segja eitthvað, finnst við eiga að segja eitthvað, eða einhver eiga að segja eitthvað, og við þorum ekki að stíga fram. Ein af ástæðum fyrir því að nasistar komust til valdi í Þýskaland og gátu færð út í fjöldamorð af gyðingum, aðalástæðan var allir sem að þögðu. En Guð vill gefa okkur hugrekki til að segja það sem þarf að segja, jafnvel þó að við fáum ykkur upp á móti okkur við það. Við erum ekki kölluð til að læðast með veggjum. Davíð konungur skildi þetta þegar hann var bara smaladrengur. Þegar Golíat var að ögra Ísraelsmönnum, þá sagði hann, hvernig dirfist þessi óumskurni filisti að lítilsvirða líð Guðs. Þannig fannst þetta bara ekki geta gengið. Það skulfa allir á beinum og mórallin í hernum fór beinustilega niður hjá Ísraelsmönnum. Og það varð að sigra Golíat svo þau fengju kjarkinn aftur. Og það er sem sagt þannig að Guð vill gefa okkur að óttast ekki af því að hann er með okkur og hjálpar okkur og leysur okkar málum, en líka að þegar við raunverulega þurfum samt að ganga í gegnum erfiða tíma, þá ætla líka að við getum gert það óttalus, feysað
lífið óttalaust, líka erfiðleikana. Í Efesusbréfinu 3. kafla segir Páll: Fyrir því bið ég að þið látið eigi hugfallast út af þrengingum mínum ykkar vegna. Þær eru ykkur til vegsemdar. Páll var í fangelsi í miklum þrengingum búin að vera. Hann segir, ekki láta þetta þrykka ykkur niður. Þó ég sé að lendi í þessu. Ekki láta þetta þrykka ykkur niður. Látið ekki hugfallast. Það er allt ómögulegt. Ég get ekki meir. Börnin leiðileg, vinnuvitandi leiðilegur, ekkert er að ganga upp, allt vesinn. Látið ekki hugfallast, segir Biblían. Í fyrri Krónikubók, 22. kafla segir, þér mun takast þetta ef þú gætir þess að fara eftir lögum og reglum sem drottinn fól Móse handa Ísrael. Það er verið að tala um Salómon og hann ætlaði að reisa musterið. Og Guð segir, vertu hugrakkur og sterkur, óttastu ekki og láttu ekki hugfallast. Þetta er rosalegt verk sem hann þurfti að vinna, þurfti gríðarlegt fjármagn og tók verulega á. Og Guð segir, vertu hugrakkur og sterkur, óttastu ekki og láttu ekki hugfallast. Nei, ég treysti mér ekki þessa byggingum. Vá, þetta getur aldrei gengið. Salómon átti ekki að tala svona. Og í 14. kafla í Jóhannesar Guðspjalli segir, í 1. versi, og við skulum nú skoða að þegar þessi versi eru sögð, þá er búið að sitja líf Jesú að minnstakosti í hálfan mánuð. Það var bara beðið eftir að taka hann að lífi. Og lærisveinarnir þurfti á hverju kvöld að gera alls konar ráðstafanir. Hann gat meðan hann var innan fólkið, þá þorði enginn að gera honum ein, en á hverju einasta kvöldi þurfti að láta sig hverfa í skjóli myrkurs. Og þetta er kvöldið sem hann var handtekinn, sem hann segir þetta við lærisveinana. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistaverur. Væri ekki svo hefði ég sagt að ég færi burt að búa ykkur stað. Hann segir, þið eigið athvarf hjá föður mínum. Það er alveg sama hvað getur komið fyrir þessu lífi, eilífðin er ykkar. Í faðmi föðurins, í húsi hans, og það eru margar vistaverur. Og hann segir, þegar ég er farin burt og að búið ykkur stað, kem ég aftur og tek yður til mín. Þurfið ekki óttast, því eftir að vera með mér eilífð, þó að tímabundnir erfiðleikar geti mætt okkur í þessu lífi. Og þið að vera einnig þar sem ég er og veginn þangað sem ég fer, þekkið þér. Og svo í framhaldinu sagði hann að hann væri vegurinn, sannleikurinn og lífið. Sterkustu versin sem ég hef séð í Biblíunni að mæta óttanum, að óttast ekki heldur það slæma sem mun koma fyrir. Sko, við erum yfirleitt að óttast eitthvað slæmt komið fyrir og stundum óttuðumst við það svo mjög að það kemur fyrir okkur út af því að við óttuðumst það. Ótti getur gengið svo langt. Hann hefur bara áhrif á andaheiminn, hann hefur áhrif á allt í kringum okkur og það sem Job sagði í Jobs bók, það sem ég óttaðist kom yfir mig. En það er þessi innri friður sem Guð vill gefa okkur og á hugleiðslustundinu eftir Sara biðja þennan innri frið inn í líf okkar. Og nú fer Jesús í Markús 13 að segja lærisveinunum frá hlut
sem þeir áttu eftir að upplifa að gerðist. Hlut sem gerðist rúmum 30 árum eftir að Jesús segir þessi orð. 30-40 árum síðar. Hann að segja þeim þegar að rómverskur her kemur inn í Jerúsalem, leggur borgina í rúst og tekur íbúana og flytur á því burtu og það verða miklar blóðsútdellingar. Og hann segir þetta mun koma fyrir. Ekki til að hræða þá, heldur til að segja lærisveinum sínum, þegar þetta gerist, þá takið þið á móti þessu í hugrekki. Og hann segir svona, þegar Jesús gekk út úr helgidómnum, sagði einn lærisveinn hans við hann, meistari sjáðu, hvílíkir steinar, hvílíkar byggingar. Jesús svaraði honum, sérðu þessar miklu byggingar, hér verður ekki steinn yfir steini allt lagt í rúst. Þegar þá Jesús satt á Olíufjallinu gegnt helgidómnum, spurðu þeir hann einslega, þeir Pétur, Jakob, Jóhannes og Andrés, segðu okkur, hvenær verður þetta og hvert verður tákn þess að allt þetta sé að koma fram? En Jesús tók að segja þeim, varist að láta nokkurn leið ykkur í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, það ég og marga munu leið í villu, en þegar þið spyrjið hernað og ófríðartíðindi, þá skelfist ekki. Ég ekki að segja ykkur að hætta að horfa fréttir, af því að þær flytji ófríðartíðindi og að þær flytji stríðstíðindi. Ég að segja, óttumst ekki. Og óttumst hvorki það sem gæti koma fyrir og heldur ekki það sem mun koma fyrir. Af því að Guð, Jesús vill gefa okkur innri frið, innri kraft, innra hugrekki og hann rekur óttan út með kærleika sínum, krafti sínum og hugrekki sínum. Og svo segir, þetta á eftir að verða en endurinn ekki þar með kominn. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Það verða landskjálftar á ýmsum stöðum og hungur. Þetta upphaf fæðingarhríðanna. Verið vörum yður, gætið sjálfuður, menn munu draga ykkur fyrir dómstóla, í samkundum verði þeir hústríkt og þeir munu leitt fyrir landshöfðingja og konunga mín vegna til að bera vitni mig. En fyrst á að predika öllum þjóðum fagnaðar erindið. Og þegar menn takiður og draga fyrir rétt, skulu þeir ekki hafa áhyggjur af hverju þeir segja, heldur talið það sem yður verður gefið á þeirri stundu. Það ekki þér sem talið, heldur talar heilagur andi yður. Þá mun bróðir selja bróður til dauða, faðir barn sitt, börn munu rísa gegn foreldrum, allir munu hata þeirra þeir trúa mig, en sá sem staðfastur allt lenda verður hólpinn. Síðan segir hann við þá og fer að tala atburði sem átt gerast í þeirra kynslóð og að lærisveinarnir fengu að upplifa að vera á þeim tímum þegar þetta gerðist. Ég veit ekki hvort þið voru í Jerúsalem eða ekki, en hann segir, en þegar þið sjáu viðstöð eyðingarinnar standa þar síst skildi, þá flýi þau sem í Júdeu eru til fjalla. Sá sem upp á þaki fari ekki ofan og inn í húsi eða sækja neitt. Og sá sem á akri skal ekki hverfa aftur til að taka yfirhöfn sína. Og hann segir að það verði rosaleg þrenging og svo fer hann að tala endatímana. En boðskapur Jesú lífið getur stundum verið erfitt, en ég ætla að gefa ykkur hugrekki, ég ætla að gefa ykkur frið. Hann sagði í Jóhannesar Guðspjalli, minn frið gef ég ykkur. Hjart ykkar skelfist ekki né hræðist. Og á hugleiðslustundinu eftir, þá efast ég ekki það að við munum biðja fyrir því og tala að við ætlum að gefa Guð upp alla nótta. Og við ætlum að hleypa hugrekkinu inn.
og við ætlum að róa okkur niður og mæta því sem að höndum ber glöð og fulla krafti. Ég er ekki að biðja neitt að gera þetta á ofurmannlegan hátt. Stundum tökum við lítil skref í einu ef Guð leiðir að þannig, stundum stór skref í einu ef Guð leiðir að þannig, en Jesús sagði, ég lét skildi frið minn eftir hjá ykkur, í heilugum anda. Ég skildi kraft minn eftir hjá ykkur, kraftin minn þegar ég sendi heilugan anda. Ég skildi hugrekki mitt eftir hjá ykkur þegar ég sendi heilugan anda og við erum að halda upp á það næsta sunnudag, hvítasunnudag. Þannig að nú ætla ég að gefa stundinni við þín. Já, amen, takk fyrir þetta. Það er eitt sem ég langt að bæta við þetta, að óttinn er svona myrkur, ég hef stundum talað óttan sem svona neikvæða orku og óttinn kemur frá djöflinum og ein leiðin sem að djöfullinn reynir að fylla okkur á ótta er í gegnum hugsanir okkar og hann ræðst á hugsanir okkar með að senda svona skeyti inn í hugsanir, senda okkur neikvæðar hugsanir, eitthvað hræðilegt er að fara að gerast, þú ert ekki nóg, þú ert í hættu. Börnin er í hættu, einhver skelfingur á leiðinni eða þú ert að veikjast og það er svo mikilvægt að þegar við byrjum að heyra þessar hugsanir að við förum ekki að marinera okkur í þeim. Við þurfum að hafna þessum hugsunum, við þurfum að kasta þeim út og við þurfum að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist og í því felst að við höfnum þessum óttahugsunum og við veljum nýja hugsun í staðinn, hugsun sem er full af friði. Hugsun sem er full af trú og von og kærleika, hugsun sem er full af Jesú Kristi. Og þarna er svo mikil barátta, það er oft svona talað hugafæri sem svona vígvöllin, þar sem að myrkri reynir að ná til okkar. Og við þurfum að varðveita hug okkar og hafna þessum neikvæðu hugsunum. Ekki taka þær og fara að hugsa þær og ímynda þær það versta. Þetta eru hugsanir sem að Guð segir okkur að hafna og hann gaf okkur vald yfir huganum okkar. Og ef að þú vilt ekki að sé satt, ekki hugsa það og ekki segja það. Hugsaðu og segðu það sem þú vilt að sé satt. Mér er alveg sama á hvaða sviði það er. Það getur verið tengt óttanum, heilsunniðinni, því sem á eftir að gerast, fjölskyldunniðinni, vinnunniðinni. Það er alveg sama hvað það er. Ef þú vilt ekki að sé satt, ekki hugsa, ekki segja. Af því að í hverju hugsun, í hverju orði er kraftur, er orka sem getur skapa og það sem við hugsum og tölum út aftur og aftur og aftur, það er að koma úr hjartanu og það er afleiðingar því sem við trúum og þegar við erum að hugsa það og segja það aftur og aftur, þá verður það. Þannig að við þurfum að taka eftir því þegar við finnum fyrir óttanum, hvað er að gerast hér? Hvað er þetta að hugsa? Hvaða hugsanir eru búin að vera í gangi? Taka eftir því, fyrirgefi svo afhenda til Guðs og velja nýja hugsun. Og þá er mjög gott að vera búin að skrifa niður fyrirfram hugsanir og við megum ekki gleyma því. Allt sem við óttumst hefur vald yfir okkur. Og Guð kennir okkur, við megum ekki láta neitt fá vald yfir okkur. Og ef við erum að óttast óttan, þá erum við að gefa óttanum valdið yfir okkur, okkar líðan, okkar hugsunum, okkar lífi. Og það er algjörlega óboðlegt fyrir okkur sem erum kristin og höfum tekið á móti Jesú og höfum heilagan anda innra með okkur. Amen. Og við þurfum að hugsa, heyrðu, það er hérna Guð almáttugur sjálfur sem að lifir innra með mér og er í mér. Ég er hluti af konungsfjölskyldu Guðs, ég er sonur, ég er dóttir, ég hef fengið vald. Það er engin aumur ótti sem getur haft vald yfir mér eða stjórna mér eða lúskra á mér. Það er öfugt. Það er myrkrið sem flýr undan okkur og þeim heilaga anda sem í okkur býr, sem er Jesús Kristur. Amen. Og þegar við förum að fylla hugan okkar af þessum hugsunum og förum að tala það út, þá bara flýr myrkrið, það flýr. Og jafnvel þótt við finnum stundum fyrir ótt að fá hnút í maga, hraðan, hjartslátt, þá þýðir það ekki að við þurfum að óttast. Guð segir ekki óttast, þá hefur hann gefið okkur þetta val. Og við getum valið að óttast ekki. Við segjum ég ætla ekki að óttast og ég ætla ekki að hlusta á þessar lygar sem að myrkrið er að reyna að senda mér til þess að fylla mig ótta og kvíða. Og þá er mjög gott að vera búin að taka þessi vers, kannski hluta þessu versu sem Einar var að predika,
hugrekkið og tala það út. Og næstur þú finnur fyrir óttanum, gríptu þessi vers, þú ert búin að skrifa þau niður, tala þetta út hátt og snjallt, óttinn, hann mun hverfa eins og dögg fyrir sólu. Og svo æfum við þetta, og við æfum þetta, og því ofta sem hún gerir þetta, því veikari og meira máttvana verður óttinn. Amen. Men kannski eitt sem ég vil samt segja, að við erum alltaf í lífinu að fara gegn ykkur innra með okkur. Við erum að vakna mótnana þegar okkur langar að sofa lengur. Við erum að gera eitthvað óþægilegt af því við þurfum að gera það. Og það er eitt af því sem Guð vil gefa okkur kraftin til, það er að vera ekki alltaf að forðast það óþægilega, heldur að feysa það. Men. Amen. Þá ætlum við að fara í hugleiðslubæn sem ég ætla að leiða, og hugleiðslubænin þá munum við fara yfir þessi vers sem Einar var að predika. Við ætlum að afhenda allan ótta til Jesú Krist. Við ætlum að biðja Guð að gefa okkur sitt hugrekki, sína disku, sinn kjark. Við ætlum að biðja Guð að gefa okkur sinn kraft og sinn mátt og sína stillingu. Og stilling er eitthvað sem að Guð vill gefa okkur. Og við ætlum að taka á móti friði Jesú Krist sem er æðri öllum mannlegum skilningi, sem að starfar og verkar alveg sama hversu mikill stormur kann að vera í ytri aðstæðum. Og við ætlum að aðeins að eiga við hugsanirnar okkar. Við þurfum að eiga við þessar hugsanir og bara taka svolítið valdið sem Guð hefur gefið okkur yfir okkur eigin hugsunum. Þar sem við ætlum að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist. Og umfram allt að muna, vanda okkur hvað erum við að tala út. Hverju erum við að hleypa hérna inn. Amen. Amen. Þá ætlum ég bara að bjóða þér að koma þér þægilega fyrir hvort sem hún situr eða liggur. Og þú dreifir djúpt inn andan og bara lokar augunum og leyfir þér að slaka á. Já, Faðir, ég legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur og ég þakka þér fyrir að þú ætlar að lækna, þú ætlar að leysa og þú ert að fara að reka burt allan ótta, allan hræðslu, allan kvíða. Í Jesú nafni þakka þér fyrir að þinn friður mun ríkja í hverju hjarta sem er að hlusta. Að þinn friður mun ríkja í hverjum huga sem er hér að hlusta. Í Jesú nafni. Amen. Og ég ætla bara að fara með bæn og þú mátt bara gera þessa bæna þinni með endurtakan eftir mér. Í huganum, í hjartanu. Eina sem þarf er bara einlægt hjarta. Faðir á himnum, ég þakka þér fyrir að ég er þín dóttir, þinn sonur. Í Jesú nafni þá trúi ég því að ég er þitt barn. Ég er endurfæddur. Ég er hluti af og ég tilheyri, Faðir, þinni konungsfjölskyldu. Og að þú, heilagur andi, ég trúi því að þú býrð í mér, að þú lifir og starfar innra með mér. Og þú hefur allt vald á himni og jörðu. Þú ert ofar öllum ótta. Þú ert sterkari heldur en sérhver kvíði. Og þú, Faðir, hefur þegar læknað sérhvern sjúkdóm. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur gefið mér þinn mátt, þinn kraft og þitt hugrekki í Jesú nafni. Í Jesú nafni þá afhendi ég þér allan ótta, allan kvíða og alla hræðslu. Og ég tek við þínum kjarki, Faðir. Og við þinni dirfsku. Í Jesú nafni, ég er hættur að vera óttaslegin.
Ég er hættur að vera hrædd eða hræddur. Í Jesú nafni, ég er ekki lengur kvíðin. Ég hef valdið við kvíða, ekki öfugt. Í Jesú nafni þá rek ég út allan ótta, ég rek út allan kvíða og ég rek út allan hræðslu og ég tek við stillingu heilags anda inn í hjarta mitt. Og ég tek við stillingu heilags anda inn í huga minn. Og ég tek við friði Jesú Krists inn í hjarta, inn í huga, inn í sál, inn í taugakerfið, inn í hverja frumu í líkamanum. Og ég gef þér mína tungu, Faðir, og ég bið að gefa mér þína tungu. Og ég lýsi því yfir að frá tungu minni streymir blessun. Að frá tungu minni streymir líf. Að frá tungu minni streymir trú og von. Og að frá tungu minni streymir lækning og heilbrigði. Í Jesú nafni tek ég ákvörðun frá hjartanu að trúa því að ég er hugrakkur. Ég er sterk, ég er sterkur. Ég er djörf og kjörkuð í Jesú nafni. Og óttinn er undan hælnum á mér. Amen. Óttinn hefur ekkert vald yfir mér. Og ég bara opna hugarfarið mitt fyrir þér, heilagur andi. Og ég þakka þér fyrir að þú flæðir inn í hverja hugsun núna. Og þú bara skólar burtu öllum óttahugsunum, kvíðahugsunum, hræðsluhugsunum, óöryggishugsunum. Og í staðinn koma hugsanir sem eru fullar af hugrekki, kjarki og dirsku og þor og öryggi. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur fyllt hjarta okkar ekki bara þínum friði, Jesús, heldur að þinni ró og yfirvegun. Ég hasta á alla streitu og allt stress og það er friður Guð sem ríkir í hjörtum okkar allra. Mér langar aðeins að biðja, bara biðja heilagan anda að biðja fyrir ykkur öllum. Í Jesú nafni, þú óttast ekki óttan. Þú ert svo miklu kröftugri, miklu máttugri heldur en nokkur ótti. Í Jesú nafni, þú þarft bara að mæla eitt orð og óttinn hann flýr undan þér. Hann er máttlaus og aumur í samanburði við þig. Ekki út af þínu mannlega styrk eða krafti, heldur vegna þess að Jesús Kristur, Guð almáttugur, konungur konungana, er með þér og hjá þér og býr innra með þér. Og óttinn þarf að flýja út núna.
Og Jesús afhendaði valdið aftur núna. Yfir þínum hugsunum, yfir þínu hjarta og þínum tilfinningum. Og Heilagur Andi segir að tilfinningar þínar stjórna þér ekki. Þú stjórna þeim. Og það getur vel verið að þú munir finna fyrir alls konar tilfinningum, jafnvel ótta eða kvíða eða eitthvað óöryggi. En það bara tilfinning og þessi tilfinning, hún stjórnar þér ekki. Hún hefur ekki vald yfir þér. Jú, það óþægilegt að finna fyrir því, en þessi hugsun mun alltaf poppa upp í hjartaniðinu frá Heilögum Anda, en það allt í lagi með þig. Guð með þér. Þetta allt í lagi. Það allt í lagi að finna fyrir alls konar tilfinningum. Tilfinningarnar þínar eru orka sem eru bara afleiðing af því sem þú ert búin að vera að hugsa og trúa í þínu hjarta og tala út. Punktur. Þær hafa enga spádómsgáfu það sem að koma. Þær hafa engin völd í þínu lífi. Og stundum bara gott að sita í þessari erfiðu tilfinningu. Sittu bara í henni. Þú þarft ekki að bregðast við. Í Jesú nafni þá öllu tilfinningalegu oki lyft af þér. Í Jesú nafni þú ert frjáls frá tilfinningum þínum. Og það þýðir að þínar tilfinningar eru blessun en ekki byrði. Tilfinningar þínar eru blessun en ekki byrði. Og ég þakka þér fyrir Faðir núna, kemur með yfirflæði af gleði og fögnuði inn í sérhvert hjarta hér. Og ég þakka þér fyrir Heilagan Anda að þú setur nýja trúin í hjarta okkar, nýja trú sem segir eitthvað gott að fara að gerast, eitthvað blessað að fara að gerast, eitthvað stórkostlegt og undursamlegt að fara að gerast, eitthvað fallegt að fara að gerast, eitthvað fyndið að fara að gerast. Og ég bara tala þessa nýju trú inn í hjartað og ég tala þessa nýju hugsanir inn í hugaðinn. Og það fyrsta sem þú hugsa þegar þú vaknar eitthvað stórkostlegt að fara að gerast í dag. Amen. Í dag verður frábær dagur. Í dag verður blessaður dagur. Halleluja. Halleluja. Og það kemur til mín upp í hugan svona sína manni sem hefur búin að vera að glíma við svona hugmyndir sem hafa verið bara fullar af myrkri. Og Heilagur Andi segja ekki óttast þessar hugmyndir, ekki óttast þar. Í Jesú nafni, Faðir á himnum, fyrirgefðu þessum hugmyndum og fylltu hugan af birtu, af heilbrigði og af stillingu. Og Faðirinn segir að það ekki góður staður að óttast sínar eigin hugsanir. Af því að þá fara þær að stjórna okkur og hafa vald yfir okkur. Og það getur orðið vítarhingur. Þú stýrir þínum hugsunum. Fylltu hugan þinn af Jesú. Fylltu hugan af friði. Findu einhverja hugsun sem svona hugsun sem þú grípur í þegar þú finnur að hugurinn að fara á ranga braut. Það getur verið falleg minning. Það getur verið einhvern tímann þegar einhver sagði eitthvað ótrúlega fyndinn brandara og allir fóru að skelli hlæja. Það getur verið minning það þegar þú hélst á barninu eða barnabarninu í fyrsta sinn. Það getur verið einhver minning þegar þú varst að stunda eitthvað áhugamál sem þú elskar. Það getur verið hvað sem en veldu minninguna. Amen. Og skrifa hana niður og gríptu í hana þegar þú finnur að hugurinn að fara á ranga braut. Notaðu krafthugsanir. Ég er sterk, ég er sterkur, ég er heilbrigð,
Ég er frjáls, Jesús Kristur lifir í mér og hann er ofar öllu og hann er æðra öllu. Og myrkrið getur ekki snert mig. Jesús Kristur er minn vörður, minn skjöldur, mitt athvarf, mitt öryggi. Og ef að Guð er með mér, hver getur verið á móti mér? Enginn. Guð kemur og hann jarðar allt sem reynir að koma gegn þér. Og eitt sem að Heilagur Andi setur á hjarta mitt núna er traust. Ég þakka þér fyrir, Heilagur Andi, að þú fyllir hjarta sérhvers og eins hérna með þínu trausti, þínu yfirnáttúrulega, stórkostlega, guðlega trausti í Jesú nafni. Ég vil að treysta þér. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur gefið okkur öllum þitt traust. Og að við hvílum í þér og þessu trausti sem þú hefur gefið okkur núna. Og við getum farið áhyggjulaus út í daginn að þegar við treystum því að þú ert með okkur, að þú passar okkur, að þú verndar okkur í Jesú nafni. Og þú getur valið eina hugsun sem þú grípur í þegar þú finnur að hugurinn er að fara á ranga braut. Það getur bara verið eitthvað gott er að fara að gerast. Eitthvað gott er að fara að gerast, eitthvað stórkostlegt er að fara að gerast. Ég er heilbrigður, ég er læknuð, ég er læknaður. Skrifa þetta niður. Lestu yfir þetta kvöldina áður en þú fer að sofa. Á morgnana þegar þú vaknar. Þú getur líka hlustað á hugleiðslubænirnar. Veldu að fylla hugaðinn af sannleika og friði og kærleika og lækningu Guðs á hverjum einasta morgni. Áður en þú ferð inn í daginn. Hlustaðu á hugleiðslubæn og þú mátt svífa inn í daginn í andanum, í ljósi Guðs. Og áður en þú fer að sofa á kvöldin, það skiptir ofboðslega miklu máli að þú sért að passa upp á hugsanir þínar. Hvað eru síðustu hugsanirnar sem þú hugsar áður en þú sofnar? Ekki fylla hugaðina rifrildi, áföllum, veikindum og leiðindum. Fylltu hugana Jesú Kristi, von, trú, fegur. Fylltu hugana því sem þú vilt öðlast. Þakkaðu Guði fyrir það sem þú hefur verið að biðja fyrir áður en það kemur og þá mun það koma. Og þess er svo mikilvægt að skrifa niður hugsanirnar, það sem þú vilt öðlast, eins og þess að þig er orðið í nútíð og þá mun það verða. Þetta eru lögmál Guðs, svona skapaði Guð veröldina til þess að við getum skapað okkur það líf sem við þráum að öðlast. Já, Faðir, ég þakka þér fyrir að þú hefur læknað sérhvert og eitt okkar hér. Að í þér, Jesús Kristur, eigum við lækninguna og ég bið að fylla hjarta okkar af þessari trú núna. Fyllt okkur, Heilagur Andi. Fylltu hjarta okkar af þinni trú. Trú sem að læknar, trú sem að bjargar, trú sem að gefur frið og frelsi í Jesú nafni. Amen. Amen. Amen.